Komið sæl. Heyrist í mér alveg? Okay. Yfirskrift mín í dag hef ég kosið að kalla lokatíma blekkingar. Því að eins og margir ekki að vita þá lifum við á síðustu tímum og við vitum á síðustu tímum að þá þurfum við að vara okkur á ýmsum blekkingum. Því að það gera sér kannski ekki allir grein fyrir því að vissulega Kristur, hann hefur sitt fólk og það fólk starfar fyrir Krist. Kristur vinnur í gegnum fólki sitt á þessari jörðu að útbreiða sinn boðskap. En því ekkert öðru sem farið með óvinin. Hann hefur líka sitt fólk hér á sínum snærum sem að vinna fullu starfi að því að breiða út boðskap óvinarins. Og við gerum okkur kannski grein fyrir því að Satan til og englar hans eru til, en hvernig kemur hann sínum boðskap á framfæri? Það ekkert öðru sem farið með hann, hvernig hann breiðir sínum boðskap út, heldur það hvernig við breiðum okkar boðskap út í þessum heimi. Það kannski eitthvað sem að fólk gerir sér ekki grein fyrir. Því að eins og Kristur sagði í Mattheus 24:4-5, varist að láta nokkuð leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Þannig að það augljóst að við þurfum að hafa augun opin fyrir sérhverju villu, og eins og við sjáum þarna, Kristur segir, margir munu koma. Hverjir eru þessi margir sem hann að tala um? Hann ekki að tala um einhverja púka sem að ganga hér á jörðinu, hann að tala um fólk sem er á fullu að starfa fyrir óvinnin. Fyrir ekki að ég verð, annars þetta fór út úr. Ég held að. Þannig að mér langaði að bera þetta upp fyrir ykkur dag því það kannski ekki allir sem að gera sig grein fyrir því. Óvinurinn á líka sitt fólk. Og þannig þurfum við að hafa augun opin fyrir sérhverju villu. Og sjáu líka hvað segir hér í Hósea 4:6. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður. Svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig, og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsiðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. En það getur við sagt að það skipti máli að hafa rétta þekkingu á orði Guðs. Er það ekki augljóst á þessu að skortur á þekkingu getur leitt til þess að við missum af hjálpræði Guðs? En það svo margir sem segja, það skiptir ekki máli hverju maður trúir. Og jafnvel sumir sem segja, já, ég trúi bara á Nýja testamentið og þess áttar og afskrifa bróðurpartinn af orði Guðs. Þetta allt orð Guðs og fólk að fara á mis við svo mikið. Og hvað þannig kemst blekkingin á framfæri? Það óverulegum texta sannfærir að hafna orði Guðs. Svo sjáum við hér í Sálmi 14, 1. vers, það sem segir, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð ekki til, ill og andstyggilega breytni þeirra, enginn gjörir það sem gott Og þannig segir sálmaskaldið að trúa ekki á tilvist Guð heimska. Það skortur á þekkingu, fáfræði, og hversu útbreidd sú trú á meðal okkar í dag. Að það sé enginn Guð til. Er það ekki einmitt óvinurinn sem hefur komið þessari lygi á framfæri? Mér langar að deila með ykkur söguna af Pompei. Það var auðug borg, dvalarstaður auðugra Rómverja. Sagt að 20.000 Rómverjar hafi búið í þessari borg og þar hafi verið, því til viðbótar hafi verið 8.000 þrælar. Og það var mikið áfengisverslanir, bari og sóðalega málverk og tekningar
bardagar, skylmingar, þræla til dauða í hringleikahúsum. Svo þeir hefðu nóg sér til skemmtunar. Og svo var það á síðasti dagur Pompei, hann rann upp. Enginn bjóst við þessu að þetta geti gerst. 24. ágúst árið 79 rann upp eins og hver annar sunnudagur í Pompei, bær í Suður Ítalíu, og sólin skein skært. Napoli flói var friðsæll og kaup og sala var á markaðnum. En fólk var að lifa sínu daglega lífi, átti ekki von á neinu óvæntri uppákomu. Og bakari stakk brauðinu í ofnin og viðskiptavinur lagði mynt á borðið. En engan grunaði í nágræni var í raun sofandi eldfjall sem í mörg hundruð ár var að byggja upp þrýsting. Og svo allt í einu gerðist það, að það gaus. Reyndar var sprengingin svo gríðaleg að vikur og aska skaust upp í himinin og svo rigndi því yfir Pompei og meira en 20.000 íbúar tóku til fótanna. Og fólki það batt kotta yfir höfuð sér til að verja sig fyrir grjótinu sem að hrundi yfir að himna á hann. Rústirnar segja hörmulega sögu hvernig þeir voru uppteknir af því að bera verðmæti sín, ganga skugga að verðmæti þeirra var á öruggum stað, hlaða kerrur og svo framvegis. Og svo fannst mynd af manni liggjanda á götunni og hélt enn í handfylli af gullpenningum. Það kom öllum á óvart. Fórnarlömb önduðu að sér banvænum brennisteinsgufum, blanda af rigningu og ösku, umkringdi líkama þeirra eins og steypa. Og hér sést leifar af manni, drepinn af eldfjalli. Og það var jafnvel hægt að sjá líkamsbendingar og það virtist næstu því að þau getum séð eða greint andlit svipi. Og hvers vegna gerist þetta? Þeir tóku viðvaranir ekki alvarlega, voru uppteknir af daglegu lífi og umstangi hversdagslífsins og skeyttu ekki því sem var í kringum þá. Því þeir höfðu sönnunargögnin og þeir vissu af þessu eldfjalli í nágrenni sínu. Og Pompei er viðvörun fyrir okkur sem lifum á síðustu tímum. Og hvað getum við lært af þessu? Við þurfum að fela okkur Jesú áður en það að eilífu of seint. Ekki vera annars hugar og vertu ekki afvegaleitur. Einbeittu þér að því að flýja til athvarfsins sem Jesús Kristur. Og þegar Jesús kemur aftur, mun hvert fjall og hver eyja færast úr stað, okkur sagt. Og Biblían segir það mjög skýrt. Á þeim tíma mun fólk reyna að hlaupa og fela sig fyrir Jesú. Fólk mun hrópa á fjöllin að falla á sig og fela sig fyrir augliti lamsins. En ég myndi segja að það betra að hlaupa til Jesú og fela sig í honum en að hugsa að þú getur hlaupið frá honum. Og svo við vitum að Jesús kemur aftur. Og hvers vegna kom hann í fyrra skiptið? Og hvers vegna kemur hann í seinna skiptið? Í Hebreabréfinu 12:2 þar segir: Beinum sjónum vorum af Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar, hásæti Guðs. Þannig að Kristur kom til að frelsa okkur frá synd. Það var tilgangurinn með fyrri komu hans, að gefa okkur undankomuleið. Og í Jóhannes 14:3 lesum við: Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og teku yður til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Og það er tilgangurinn með seinni komu hans, að hann geti tekið okkur til sín. Með öðrum orðum, Jesús stóð fyrir okkur til þess að við getum lifa með honum að eilífu.
Jesús kemur aftur til að koma okkur heim til himna, til að vera með honum. Þannig að Jesús stóð á krossinum svo að með því að taka á móti honum sem drottni og frelsara munum við vera saman alla eilífð. Hversu margir vilja ekki komast til himna? Það er það sem við þráum, það sem við trúum á og það sem við biðjum um. En við þurfum að koma þessum gleði boðskap á framfæri. Jesús stóð fyrir þig vegna þess að hann vill vera með þér. Ekki bara tímabundið, heldur að eilífu. Og þannig er mikil eftirvænting á hinum, eftirvænting eftir því að við búum með þeim að eilífu á himnum. Við lesum í Rómverjabréfinu 8, 22 og 23. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingarhríðar allt til þessa, en ekki einungis hún, heldur vér sem hefur frumgróða andans, jafnvel vér stynjum með sjálfum oss með að við bíðum þess að Guð gefi oss barnarétt og endurleysi líkama vora. Þannig ættum við að tileinka okkur akkurat þetta hugafar, að bíða með eftirvæntingu og tilhlökkun eftir endurkomu Krists, endurlausnarinnar og með mikilli eftirvæntingu eftir því sem Kristur mun gera fyrir okkur. Svo var það Mount St. Helens og svona leit það út áður en það sprakk í loft upp árið 1980. Svo fór fjallið að sýna ógnandi tilburði og að lokum sprakk það í loft upp. Þetta var sambarlegt við það sem gerðist í Pompeii. Askan þeyttist í loft upp þannig að það dró fyrir sólu hábjartan dag. Og þannig höfðu þeir sem bjuggu í kringum fjallið heyrt viðvaranir yfirvofandi eldgos. Þetta var í fréttum dag eftir dag og vísindamenn voru að greina frá því að þetta var yfirvofandi. Þannig að það skorti ekki, að fólki vissi ekki hvað var að fara að gerast. Og eitt er víst að þegar Jesús kemur, þá munu þessu eldgos gjósa sem aldrei fyrr. En þannig höfðu þeir sem bjuggu í kringum fjallið St. Helens heyrt viðvaranir yfirvofandi eldgos. Og ég hugsa til 84 ára Harry Truman, sem var eigandi að skála við fjallið. Það var tekið viðtal við hann fyrir gosið. Og hann segir: enginn veit meira þetta fjall en Harry og það springur ekki við mig. En giskaðu á hvað gerðist. Fjallið sprakk yfir Harry. Getum við sagt að hann hafi haft falskt öryggi? Getum við sagt að hann hafi verið afvegaleiddur? Og þegar við hugsum til Harry, hvað getum við lært af Harry? Getur verið að djöfullinn sé að stilla upp jafnvel flestum kristnum mönnum fyrir falskt öryggi? Er hugsanlegt að margir kristni menn séu blekktir til að treysta á falskt öryggi og falska von? Guð vill að við eigum sanna von, ekki falska von og ekki falskt öryggi. Harry var ekki tilbúinn, en ætlum við að vera tilbúin. Boðskapur Biblíunnar snýst að vera tilbúin fyrir komu Jesú Krists. Og eitt af því sem við þurfum að hafa í huga til að vera tilbúin er að skilja röð loka atburða heims sögunar og hvaða blekkingar eru í gangi til að afvegaleiða okkur. Því það er vissulega nóg af þeim á meðal okkar í dag. Það sem að gerðist þarna var í raun rétt eins og lítið sýnishorn af því hvað mun gerast við endurkomu Krists. Við lesum í Opinberunarbókinni 6:14 og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Það er það sem mun gerast þegar Jesús kemur aftur. Bráðum mun hvert fjall skjálfa og hver eyja færast úr stað. Og bráðum verður hvorki hverri borg eitt. Bráðum munu allir annarkvort bjargast eða tortímast og það mun koma flestum
á óvart. Og 3 sinnum segir Kristur í síðasta kafla Åpenbarunarbókarinnar, sjá ég kem skjótt. Hann segir, sjá ég kem skjótt. Sæll sá sem varðveitir spádómsorð þessarar bókar. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Sá sem þetta vottar segir, já ég kem skjótt. Amen, kom þú drottinn Jesús. Svo málið snýst að vera tilbúinn þegar hann kemur. Hvað getur komið í veg fyrir að við verðum tilbúin? Ég minni á versi sem ég vitnaði í upphafi í Hósea 4:6. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig, og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsiðar, þá vil ég að gleyma börnum yðar. Svo það skiptir öllu máli að hafa þekkingu. En það eru öfl í þessum heimi sem vinna hart að því að koma í veg fyrir að við öðlumst þekkingu. Kristur sagði í Jóhannes 8:44, þér eigið djöfulinn að föður og viljið gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lygarinnar faðir. Þannig sjáum við að óvinurinn gerir allt til að koma í veg fyrir að við öðlumst á þekkingu sem við þörfnumst til að öðlast eilíft líf. Og mér verður hugsað til sögu kirkjunnar gegnum aldirnar. Var það ekki einmitt lygar óvinarins sem leiddu til hennar myrku miðalda? Þegar fólki var haldið í fjötrum vanþekkingar, voru það ekki einmitt lygar óvinarins sem leiddu af sér alla þá spillingu og mannvonsku þess tíma. Við getum lesið það í deilunni miklu hvernig Lúther blöskræði spillingin í Róm. Ég les frá blaðsíðu 85 í deilunni miklu þar sem segir, hann gekk inn í borgina, sótti kirkjur, hlýddi á frásagnir af furðuverkum sem prestar og munkar endurtóku í sífellu og framdi allar þær helgiathafnir sem til var ætlast. Hvarvetna varð hann áhorfandi atvika sem fylltu hann undrun og viðbjóði. Þannig var spillingin orðin innan kirkjunar sjálfrar á þessum tíma. Og það sem Lúther mótmælti öðru fremur voru aflátsbréfin. Það var hans aðal markmið að fjalla það. Og hann fullyrti að ekkert nema iðrun fyrir Guði og trú á Krist getur bjargað syndaranum. Og því fór svo að við hentugt tækifæri þegar fjölmenni kom saman með Kastalakirkjuna í Wittenberg, þá neldi Lúther 95 mótmælagreinar sínar á kirkjudyrnar. Það gerðist þann 31. október 1517. Og það vekur athygli mína að allstaðar í heiminum haldið upp á 31. október. Ekki vegna þess að Lúther neldi þessar greinar á kirkjudyrnar. Nei, 31. október hrekkjavaka og daginn eftir allra helgasta messa. Væri það ekki betur við hæfi að nota þennan dag til að minnast þess sem Lúther gerði þegar hann neldi þessar greinar á kirkjudyrnar. Mótmálagreinarnar hans, þær drógu að sér almenna athygli. Þær voru lesnar og endurfluttar í öllum áttum. Þær vöktu mikið uppnám í háskólum og í borginni allri. Þessar greinar sýndu fram á að vald til fyrirgefningar, synda og afturköllunar refsingar fyrir þær hefur aldrei verið gefin páfanum né neinum manni öðrum. Allt þetta umstang var í skrípaleikur. Átilla til að svíkja út fé með því að spila á hjátrú almennings. Uppátæki Satans
til að eyðileggja sálir allra þeirra sem lögðu trú á falskt loforð þess. Það var einnig sýnt með skýrum rökum að fagnaðarerindi Krists er hinn dýrasti fjársjóður kirkjunnar og að náð Guðs sem þar opinberaður sé ókeypis veitt þeim sem leitar hennar í iðrun og trú. Nú, mér langar að sýna ykkur hér framhald af þessu að ef þið hafið haldið að aflátsbréf sé eitthvað sem að tilheyrir aðeins sínum myrku miðöldum, að þá fyrir öðru nær. Þú þarft ekki annað en að googla til dæmis Pope Francis Indulgences á ensku og þú færðu fjöldan allan að greinum þar sem páfinn enn í dag að veita slík aflátsbréf. Hér til dæmis grein frá 20. mars 2020. Francis páfi heimilar aflát og almenna aflausn þegar kórónuvíruskreppan stigmagnast. Og ég tók aðra grein hér sem ég fann frá 2021, 28. október. Það þessi grein frá Vatican News sem að birtist þann dag. Vegna yfirstandandi heimsfaraldurs og tengdra heilbrigðis- og öryggisráðstafana prestastéttinni og til þess að bregðast við beiðnum frá biskupum allan heim enn og aftur útvíkka tækifæri til að afla afláts til hagsbóta fyrir hinnu trúföstu sem eru látnir. Þannig að þeir sem höfðu látist af völdum kórónuveirunar eða eitthvað slíks, að það var hægt að fara til páfans og fá aflátsbréf vegna þeirra. En hvað kennt slíkt í Biblíunni? Við héldum kannski að þetta tilherði bara myrkustu miðöldum, en þetta að gerast enn í dag. En svo við víkjum aftur að Lúther, að eftir að hann eldi þessar greinar sínar og kirkjudyrnar, að þá kemur það kannski ekki á óvart að þessu var ekki vel tekið af kirkjunarmönnum á þessum tíma, þessar greinar sem hann eldi á kirkjudyrnar. En vinsældir Lúthers voru slíkar að kirkjan fann sig knúin til að bregðast við þessu. Því var það aðeins örfáum árum eftir að Lúther neldi greinarnar á kirkjudyrnar, eða þann 27. september árið 1540, þá var jesúatareglan stofnuð. Við getum lesið þessa reglu í deilunni miklu og ég vitna hér í blaðsíðu 160 þar sem að sagt mótmælenda trúnni var ógnað af máttugum óvinum í öllum kristnum löndum. Að unnum fyrstu sigurvinningum hefur safnaði Rómakirkja 9 liði í vonum að ganga henni milli bóls og höfuðs. Þetta leyti var jesúitareglan stofnuð, hinn grimmasta, ófyrirleitnasta og voldugasta af öllum liðsveitum páfadómsins. Þessir munkar slitu sig frá öllum jarðneskum tengslum og mannlegum áhugamálum, dauf heyrðust við kalli mannlegrar ástúðar og kæfðu alla skynsemi og samvisku. Þeir viðurkenndu enga stjórn, engar skyldur nema gagnvart reglu sinni og að auka vald hennar. Þeim var engin glæpur of stór að drýja, engin blekking of svívirðileg að iðka, ekkert það dular gerfi til að þeir tæki það ekki á sig. Þrátt fyrir heitum ævilanga fátækt og auðmýkt var það einbeittur ásetningur þeirra að safna auði og völdum og helga sig því að uppræta mótmælatrúna og endurreisa páfavaldið. Og nú þegar menn gengu í þessa reglu, og enn það dag í dag, þegar menn ganga í þessa reglu, þá þurfa þeir að sverja eið. Þessi eiður hljómar svona í lauslegri þýðingu. Ég lofa frekar og lýsi því yfir að ég mun þegar tækifæri gefst
gera og launa linnulaust stríð, leynt og ljóst, gegn öllum villutrúamönnum og mótmælendum eins og mér uppálagt að gera, að útrýma þeim af yfirborði allra jarðarinnar, og við það mun ég hvorki taka tillit til aldurs, kyns né aðstæðna og mun hengja, brenna, eyða, sjóða, flá, kirkja og grafa lifandi þessa illræmdu villutrúamenn, rífa upp maga og móðukvið kvenna þeirra og mylja höfuð ungbarna þeirra við veggi til að tortíma rétt dræpum kynstofni þeirra. Þegar það sama ekki hægt að gera opinberlega, mun ég nota eiturbikarinn, kyrkingasnúruna eða blýkúlu, óháð heiður, tign, reisn eða valdi einstaklinga, hvernig sem ástand þeirra í lífinu, annaðhvort opinbert eða í leynd. Eins og mér getur hvenær sem verið gert að framkvæma af einhverjum yfirboðsmönnum páfans eða yfirmanns bræðralagsins heilaga föður í félagi Jesú. Og hérna lýkur þessum eið. Og þetta þurfa þeir að sverja þegar þeir ganga í þennan klúbb. Það því ljóst að þeim svífst einskis í þeim tilgangi sínum að útrýma mótmælenda trú og í þeim tilgangi að beita þeir hvaða ráðum sem þeir geta fundið upp. Og það vert að rifja það upp að Francis páfi tilheyrir nákvæmlega þessari reglu, jesúíta reglunni. Og hér hann að skipa reglubróði sinn í embætti. Og það einmitt þannig sem þeir koma sér í stöður hvar sem Jesúíti tekur aldrei reglubróði sinn, hann tekur alltaf reglubróði sinn fram yfir einhvern annan, í hvaða stöðu sem hann hefur tækifæri til að skipa í embætti. Þannig hafa þeir komið sér fyrir allstaðar í samfélaginu, ekki bara innan ýmissa kirkjudeilda, heldur í stjórnmálum og allstaðar þar sem þeir geta komið áformum sínum áfram. Og þannig hafa þeir einnig komið sér fyrir í háskólum, ekki síst í guðfræðideildir, þannig að þeir geti haft áhrif á það hvað þeir kennt í skólum. Og þannig sjáum við líka að jesúitar gefa út bækur sem verða gríðarlega vinsalar. Dæmi eina slíka bók bók sem heitir á frumálinu The Late Great Planet Earth sem var gefin út árið 1970. Og hvaða boðskap hafði þessi bók að bera? Við getum vitnað í Wikipedia sem fjallar bókina. The Late Great Planet Earth meðferð á bókstaflegri, það sem kallað sem ég kann ekki að þýða, Premillennial Dispensational Eschatology. Sem slík ber hún saman endatíma spádóma í Biblíunni við þáverandi atburði til að reyna að spá fyrir framtíðar atburðarás sem leiða til þess að trúa fólk verði burt numið eða raptured, eins og þið kannski kannistu það orð, fyrir þrenginguna miklu og síðari komu Krists og til að stofna 1000 ára ríki hans hér á jörð. Það gifti því að stofna 1000 ára ríki hér á jörð. Það var það sem boðað var í bókinni. Og ég held áfram hér á Wikipedia með því að leggja áherslu á ýmsa kafla í bókum Daniels, Esekiels og Opinberunarbókarinnar lagði Lindsey upphaflega til að kynna möguleikann á því að þessi hámarksatburðir geti átt sér stað á 9. áratugnum sem hann túlkaði sem eina kynslóð frá stofnun nútíma Ísraels árið 1948. Þannig að þeir vildu meina það þar sem og sáu það einhvern veginn út úr spádómum Biblíunnar að þar sem Ísraels ríki var stofnað 1948 að þá það upphafið að loka kynslóðinni sem Kristur talar í orði sínu. Það það sem að tala hér. Og þeir segja hérna stofnun Ísraels ríkisins var stór atburður að mati sumra íhaldsamra evangelískra skóla. Og forsíðumynd
Bantam útgáfunar benti til þess að 8. áratugurinn væri tímabil andkrists eins og Móse og Jesús spáði fyrir og nefndi bókina skerandi sýn á stórkostlega forna spádóma sem varða þessa kynslóð. Lýsingar á meintum uppfylltum spádómum voru setta fram sem sönnun óskeikuleika orð Guðs og sönnun þess að óuppfylltir spádómar myndu fljótlega finna uppfyllingu sína í áætlun Guðs fyrir plánetuna. Nú í fyrsta lagi þá rættist ekki það sem boðað var í þessari bók. Endurkoma Krists átti sér ekki stað á 9. áratug síðustu aldar eins og sagt var fyrir. Þannig fellur bókin á fyrsta prófinu, eins og við lesum í 5. Mósebók 18:22, þar sem segir: Þá vit að þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eigi né kemur fram, þá það orð sem drottin hefur eigi talað, af ofdirsku sinni hefur spámaðurinn talað það, þú þarft ekki að hræðast hann. Þannig getum við séð að þetta er ekki boðskapur Biblíunnar. Og við þurfum að skilja það, sérstaklega í ljósi þess sem að ég las á áðan úr þessum eið sem að þeir fara með. Jesúítar, þeim svíst einskis þess að blekkja og þeim alveg sama þó þeir viti það að það sem þeir eru að kenna sé rangt ef að tilgangurinn er að blekkja. Tilgangurinn er að koma sínum boðskap á framfæri jafnvel þó þeir gerir sér fyllilega grein fyrir því að þetta sé allt rangt. En þar að auki þá eru 3 megin ályktanir í bókinni sem eru alrangar. Í fyrsta lagi þá gert ráð fyrir því að Antikristur sé ennþá í framtíðinni. Þannig kastljósinu beint frá páfadómi. Páfadómur getur ekki verið Antikristur ef hann er ekki ennþá kominn. Og það er einmitt tilgangurinn með því að boða þennan boðskap. Og hversu heppilegt er það ekki fyrir páfadóm ef allir tileinka sér þessa túlkun. Og í öðru lagi þá 1000 ára ríkið sem talað í Opinberunarbókinni sagt vera hér á jörð, ekki á himnum. En það vill svo til að það er einmitt túlkun kaþólsku kirkjunnar, því að páfinn hann stefnir á að verða konungur jarðarinnar í 1000 ár. Í þriðja lagi þá boðað svokallar rapture eða burthrifning sem á að eiga sér stað við endurkomu Krists, án þess að aðrir sem ekki verða burthrifnir verði þess varir að öðru leyti en því að fólk skyndilega er horfið. Það er þeirra túlkun að þegar Kristur kemur að þá er einn horfinn og annar gerir sér enga grein fyrir hvað átt hefur sér stað. Svo ég ætla að taka fyrir aðeins meira þetta síðasta, verður endurkoma Krists með þessum hætti. Og hvað segir Biblían endurkomu Krists? Við lesum í Lúkas 17. kafla. Eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum mannssonarins, menn átu og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags Nói gekk í örkina og flóði kom og tortímdi öllum. Eins var á dögum Lots, menn átu og drukku, keyptu og seldu, gróðusett og byggðu, en daginn sem Lot fór út úr Sódómu rigndi eld og brennisteini af himni. Og hvað gerðist? Og tortímdi öllum. Það voru allir uppteknir af veraldlegum gæðum og eins og kona Lot sem gat ekki tekið augun af heiminum og leit tilbaka. Og eins mun vera á þeim degi mannssonurinn opinberast. Sá sem þann dag á þaki uppi og á muni sína í húsinu, fari ekki ofan að sækja þá. Og sá sem á akri skal ekki heldur hverfa aftur, minnist konu Lots. Hvað varð hana? Hún varð saltstólpa.
Sá sem vill sjá lífi sínu borgið mun týna því, en sá sem týnir því mun öðlast líf. Og ég segi yður, á þeirri nóttu verða 2 í einni hvílu, annar mun tekinn en hinn eftir skilinn. 2 munu mala á sömu kvörn, önnur verður tekinn og hinn eftir skilinn. 2 verða á akri, annar mun tekinn og hinn eftir skilinn. Og þetta er einmitt textinn sem að þeir byggja þessa kenningu sína á. Að þeir segja að Kristur muni koma leynilega. Þegar þeir segja að einn verði tekinn leynilega og hinn hefur ekki hugmynd hvað gerðist. Og er textinn í raun og veru að segja það? Er það sanngjarnt að leggja þann skilning í þennan texta? Takið nú eftir síðasta versinu í þessum kafla, vers 37. Og þeir spurðu hann þá, hvar, Herra? Og hann sagði við þá, þar munu ernirnir safna sem hræið er. Og þetta er mjög merkilegu texti. Biblían gerir það mjög ljóst að það er bara 2 hópar þegar Jesús kemur. Þeir sem eru teknir með eyðileggingu og þeir sem eru eftir á lífi. Það er annars vegar þeir sem lifa af og munu fara með Kristi og hins vegar hræin sem ernirnir hrifsa til sín. Þeir sem eftir eru á lífi fara til að vera með Jesú Kristi þegar hann kemur. Það er það sem Biblían kennir. En nú veit ég hvernig fólk miskilur ritninguna í dag. Þeir hugsa, ó nei, einn er bara hrifsaður í burtu og hinir skildir eftir ráðalausir og þeir eru skildir eftir á lífi. En það er ekki þannig. Biblían segir það mjög skýrt. Annaðhvort ferðu til himna og þú ert hólpinn eða þú ert glataður. Hvað gerðist á dögum Nóa? Þeir sem komust ekki tortímdust allir og svo var á dögum Sódómu og Gómoru. Og þetta er þýðingarmikið að gera sig grein fyrir. Biblían segir það mjög skýrt. Það eru 2 kvöldmáltíðir. Það er kvöldmáltíðin, brúðkaupskvöldmáltíð Lambsins á himnum. Og við förum þangað og við endurkomu Jesú Krists. Og svo er það hin kvöldmáltíðin, þar sem talað er í Åpenbarunarbókinni 19, 17 og 18. Og ég sá einn engil sem stóð á sólinni. Hann hrópaði hárri röddu til allra fuglana sem flugu himinhvolfið. Komið safnið saman til hennar miklu máltíðar Guðs, til þess að eta hold konunga og hold herforingja og hold kappa og hold hesta og þeirra sem á þeim sitja og hold allra bæði frjálsra og ófrjálsra, smárra og stóra. Þannig segir Biblían að það eru 2 kvöldmáltíðir. Það er brúðkaupskvöldverðurinn fyrir hinna hólpnu og ef þú kemst ekki í þá kvöldmáltíð, þá ertu máltíðin. Það er ekkert annað tækifæri eftir að Kristur kemur í önnur 1000 ár undir stjórn páfans. Það er það sem Biblían kennir. Þú ert annaðhvort að fara að neita kvöldverðar með drottni eða þú ert máltíðin. Þú ert annaðhvort að fara til himnaríkis eða þú ert að fara til hrækamanna og verða fuglamatur. Og sjáu hvað segir hér í 1. Þessalóníkubréfi 4:16-18. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúni Guðs, og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfum því hver annan með þessum orðum. Þetta er líklega háværasta versið í Biblíunni, en þeir sem er að reyna að segja að þetta vers styðji kenninguna leynilega burthrifningu. Vinir mínir, Biblían segir það mjög skýrt. Þetta er háværasti atburður sem á sér stað á plánetunni í jörð. Þegar Jesús kemur aftur, þá er hár rödd erkiengilsins sem vekur hina réttlátu dauðu og það heyrist hávær lúðrar hljóð.
Og einnig hér í fyrra Korintubrefi 15, 50-52. En það segi ég bræður, að hold og blóð getur eigi ert Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega óforgengileikan. Sjá, ég segi yður leyndardóm, vér munum ekki allir sofna, en allir munum umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munur hinni dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þannig að það klárt. Þetta ekki aðeins hávarasti atburður nokkru sinni, heldur þetta líka síðasti lúðurinn. Þannig það ekkert 1000 ára ríki sem tekur við að því. Og svo það þessi texti í fyrra Þessalónikubrefi 5:2 þar sem segir: Þér vitið það sjálfur gjörla að dagur drottinn kemur sem þjófur á nóttu. Og það vinsælt að taka þennan texta og segja að þarna sé það alveg ljóst að endurkoma Krists sé leynileg. Því að Kristur kemur eins og þjófur á nóttu, sem sagt læðist og tekur fólki sitt á brott án þess að nokkur verður þess var. En þurfum við að túlka þennan texta þannig? Ég held að við þurfum ekki annað en að fara í næsta vers, en það sem versi 3, en þar segir: Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan komast. Þetta vers sýnir glögglega hvernig okkur ber að skilja það, hvernig Kristur kemur sem þjófur á nóttu. Það ekki hljóðlega, heldur á þeirri stundu þegar enginn á von á honum, eins og enginn á von á því að þjófur brjótist inn á nóttu. Þannig verður það við endurkomu Krists. Það á enginn von á því að það mun koma flestum að óvörum. Og svo 4. versið þarna á þessum sama stað. En þér bræður eruð ekki í myrkri, svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Þannig endurtekur hann aftur þessa hugsun þjófin að nóttu til. Og hann segir, ef við erum ekki í myrkri, ef við erum upplýst og höfum þekkingu, þá þarf þessi dagur ekki að koma yfir okkur eins og þjófur að nóttu til. Við getum séð þetta fyrir okkur eins og árásina á Pearl Harbor árið 1941. Þegar skyndilega var ráðist á höfnina, það var óvænt árás. Tímasetningin kom á óvart, en þegar það gerðist, þá var enginn að velta því fyrir sér hvað í gangi hér. Þeir vissu að þeir ættu undir högg að sækja og því kom tímasetningin yfirþyrmandi á óvart. Flestir voru sofandi, því miður, og þegar árásin átti sér stað. En þegar að sprengjurnar fóru að falla, þá vafðist það ekki fyrir neinum hvað var í gangi. Þannig verður það þegar að Jesús kemur aftur. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann, og allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Ekkert leynilegt þarna. Þeir sem halda því fram að Kristur komi leynilega vilja meina að antikristur muni birtast eftir þennan leynilega atburð. Þannig að þeir sem eru burthrifnir þurfa ekki að gangi gegnum þennan þrengingatíma þegar antikristur ríkir. En kennir Biblían það? Opinberunarbókin 3:10 segir: Af því að þú hefur varveitt orðið þolgæði mitt, mun ég og varveita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem á jörðinni búa. Þannig að Biblían segir það mjög skýrt að við erum vernduð í þrengingunni. Þú sér, Jesús bað þess að við værum ekki fjarlægð úr heiminum, heldur haldið frá hinu illa í heiminum. Hann sagði, ég bið ekki að þú takir þá út úr heiminum, heldur að þú varveitir þá frá hinu illa. Við höfum líka sögurnar í Biblíunni sem sýna það svo ekki verið vilst
þegar Guð frelsaði Ísraels þjóðina úr Egyptalandi. Hann hélt vernda hendi yfir þá í gegnum allar plágurnar sem komu yfir Egyptaland. Hann tók þá ekki út úr þessum kringumstæðum á þann hátt að þeir þyrftu ekki að gangi í gegnum þessar þrengingar. Heldur fóru þeir í gegnum þetta með saman, allar þessar plágur sem gengu yfir Egyptaland. Og það sama má segja Daniel í eldsofninum. Hann þurfti að gangi í gegnum þessa þrengingu, en Guð var með honum. Og einnig í ljónagryfjunni. Daniel var kastað í ljónagryfjuna. Hann var ekki frelsaður frá henni. Hann var frelsaður í gegnum þessa reynslu. Okkur eru gefnar þessar sögur, okkur sem lifum á síðustu tímum, til að skilja hvað við getum búist við í framtíðinni. Við verðum ekki hrifin í burt fyrir þrenginguna miklu. Men nei, Guð mun sjá fyrir okkur og sjá okkur á þessum tíma. Og það er þessi reynsla sem mun gera okkur tilbúin til að ganga inn í ríki Guðs. Kristur sagði, sá sem vil sjá lífi sínu borgið mun týna því. Það er einmitt það sem páfadómur er að leggja upp með. Þeir vilja sjá lífi sínu borgið í önnur 1000 ár hér á jörð. En Kristur sagði, þeir munu týna lífi sínu. En svo segir hann, sá sem týnir því mun öðlast líf. Við þurfum að týna gamla lífinu sem eins og Páll sagði í Galatabréfinu 5. kafla, frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoðadýrkun og fjölgengi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni og flokkadráttur. Þá getum við öðlast nýtt líf sem er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvöld, trúmennska, hófærð og bindindi. Því að fuglarnir sem ég talaði áðan, þeir borða ekki ávexti. Þeir borða bara hold þeirra sem glatast. Það er það sem Kristur á við þegar hann segir, undrist eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Því að við þurfum að deyja gamla manninum og lifa nýju lífi. Svo segir hann, vindurinn blæs það sem hann vill og þú heyrir þyt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur né hvert hann fer. Svo er þann sem af andanum er fæddur. Það eru þeir sem eru leiddir af andanum sem bera ávöxt. Þeir sem eru tilbúnir að segja skilið við sitt gamla líf og láta leiðast af anda Guðs. Kristur kemur til að sækja þá sem þannig eru leiddir af anda Guðs. Þetta er sá undirbúningur, þetta er svo þekking og svo vitneskja sem við þurfum að eiga og sem við þurfum að huga að. Mættum við öll læra að láta leiðast af anda Guðs, því aðeins hann getur leitt okkur í skjól frá því sem koma mun yfir heimsbyggðina. Þakka ykkur fyrir.